þekkjum við þetta öll, já við gerum það og þess vegna stöndum við með grískum almenningi. Og hvað gerist? Jú, sama sagan endurtekur sig alltaf. Bak við luktardyr, í lokuðum herbyrgjum, hittist heimslögregla kapítalsins og ræður ráðum sínum. Einn daginn Indonesíu, næsta dag Argentínu, þriðja daginn Ísland, fjórða daginn Grikkland og svo koll af kolli. Hringekjan heldur áfram. Og merkilegt nokk, lausnin alltaf og allstaðar svo sama. Almenningur borgar, einkavæðingin hert, sameignir skulu seldar, velferðin skal skorin við trog, peningakerfið, fjármagnið skal endurreist á sömu forsendum og það féll. Hverjir hafa sem dæmi helst grætt á hruninu í Bretlandi og fjármagnskerfinu, bankakerfinu sem almúginn þar borgaði? Jú, það eru hinir allra ríkustu. Enginn dregur fjöður yfir skatta undanskota spillinguna í stjórnkerfi Grikkland sem var hönnuð af hugmyndafræði, sem var hönnuð meðvitað að tiltekinni hugmyndafræði. En þar könnust við okkur sjálf og þar kannast Bandaríkjamenn og Bretar og Svíar og Danir og Ítalir og Þjóðverjar og kolli við sjálfa sig. Því að þetta er hugmyndafræði sem ætlar að halda áfram að vera til ef að við stöðvum hann ekki. Og við sem gagnrýnum alþjóðlega spákaupmennsku, Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, þessa nýlendu stefnu nútímans, við erum útrópuð sem einangrunarsinnar meðal annars af mörgu öðru sem við erum kölluð líka. Við erum sögð vera fólki sem fúlsar við alþjóðlegri samvinnu, fólki sem vill ekki taka þátt í samfélagi þjóða. En ekkert er fjær sanni, því að barátta almennings gegn fjármagnsöflunum, gegn þessu rotnandi alþjóða fjármagnskerfi sem ætlar sér og mun endurreisa sjálft sig, mun halda áfram að mergsjúga almenning, er kerfi sem ekkert fær stöðvað nema samstaða og samvinna þvert á landamæri. Þess vegna erum við öll Grikkir í dag. Og það er vel við hæfi að ávarpa Alþjóðagjaldeyrissjóðinn hér undir berum himni, því að heimurinn allur er jú spilaborð hans. Bjargvætturinn svokallaði Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn vill hafa hönd í bagga vinnulagið bæði inn og út úr kreppu. Það skal hvergi fara offari. Það skal ekkert gert opinbert fyrir en eftir á. Endurreisnin verður unnin af ábyrgð, af nærgætni. Ekkert skal eyðilagt eða brotið. Ekkert skal eyðilagt eða brotið eða stríðir gegn einkaeignarréttinum og fjármálakerfinu. Ef það gerist þá eru voðinu vís. Einhvernveginn Moody's hrapar, Deutsche Bank reiðist og skrúar fyrir alla dollara og evrukrana. Fjármagnið stendur vörðum sjálft sig og hefur til þess rótgrónar stofnanir sem heimsækja okkur hér á Grikklandi og víða heim. En Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er ekki að vera einkaeignarrétti sem slíkan. Heimilið mitt er heimilið þitt, heimilið okkar. AGS er að verja þá sem hafa undirtökin í krafti fjármagns. Hann er aufúsu gestur peningakerfisins, einkavæðingarinnar, stóriðjunnar. IMF var beinlínis skapað til þess að verja nákvæmlega þessa hagsmuni. En þetta má helst ekki segja. Það má ekki segja að AGS sé að passa fjármagn en ekki fólk, álverksmiðjur en ekki fossa, stóreignafólk en ekki smáeignafólk. Ef við tölum of hátt, þá gæti það gerst að fólk rísi gegn heilaþvotti álitsgjafana, ögri fjármagninu, heimilin rísi gegn heimskapitalinu, því smáa gegn hinu stóra. Og það er hættulegt. Það er það hættulegasta sem fjármálakerfi heimsins stendur frammi fyrir. En á undanförnum misserum hefur frækornum slíkra breytinga einmitt verið sáð. Einstaklingar og almennasamtök, verkalýðshreyfingar og vakandi stjórnmálaöfl hafa samanist í kröfun opna umræðu að allt sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn tekur sér fyrir hendur sé upp á borðum, sé rætt og völd og áhrif sé tekin af fólkinu. Þetta verður að eiga við okkur hér eins og það ætti að eiga við annars staðar. Allar skuldbindingar sem við gefum verða að fá lýðræðislega umræðu. Hvað á Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn við þegar hann vill að Íslendingar skuldbindi sig til að taka á móti gríðarlegum erlendum fjárfestingum árlega?
Ekki ég á móti erlendum fjárfestingum til góðra hluta, en það kannski Þjórsá að örvænta. Hvað eiga menn við þegar sagt að Íslendingar geti bara virkjað sig út úr vandanum? Og hvers vegna Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn að skipta sér á okkar húsnæðiskerfi? Hvers vegna erum við ekki sjálfráð það hvort við framlengjum bann við útburði á fólki úr eigin heimilum? Þetta eru dæmi efnisatriði sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur krafið Íslendinga að gefa skuldbindandi yfirlýsingar Og hvers vegna má ríkið ekki taka peningaláni nema það heiti einkaframkvæmd? Af hverju verður að skera niður hjá fæðandi konum en óátalið látið að ráðið sé að bora í gegnum fjöll og reisa brýr ef það heitir einkaframkvæmd? Nei, þetta alþjóðleg baráttu og það okkar sameiginlega verkefni að herða á kröfum gagnsæi, herða á kröfum opna umræðu, samþykkja aldrei sölu orkuauðlindina, láta aldrei sjávarauðlindina af hendi og taka hana til okkar aftur, okkar fólksins. Við neitum að afhenda AGS lyklana að samfélaginu okkar og annarra samfélaginu þegjandra hljóðalaust. Spurningar og áhyggjur grískrar alþýðu eru áhyggjur okkar, þeirra spor eru okkar spor. Fram til sigurs. Þakkum Guðfríði Lilju Grétarsdóttur fyrir hennar mál. Já, í dag erum við öll Grikkir og þar á meðal næsti ræðumaður Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður ATTAC. Hún tekur nú til máls, gjörðu svo vel.